Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Stórhátíðin Myrkir músíkdagar hefst í Reykjavík á morgun. Það verður boðið upp á sannkallaða veislu, skils mér, næstu daga. Og hún komin hingað að rauðaborðinu, hún Gunnhildur Einarsdóttir, framkvæmdastjóri hátíðarinnar. Vertu velkomin, Gunnhildur. Takk kærlega. Fiðringur í maga? Já, það ekki laust við það. Sko. Já, ég mjög spennt að það sé loksins að fara að gerast. Man búin að vera skipuleggi mjög lengi. Já. Þannig að það alltaf svolítið svona hátíðar tilfinning þessa vikuna einhvern veginn. Ég trúi því. Þú ert ekki nýgræðingur í þínu starfi? Nei, einmitt. Þetta 3. hátíðin sem að ég stýri og búin að fylgjast auðvitað með hátíðinni, bæði auðvitað sem flytjandi og líka var aðeins viðurinn hátíðar áður en ég tók við. Og ef ég má skjóta inn í sem flytjandi segir þú ert hörpuleikari. Já, einmitt. Og spilar aðalega nútíma tónlist. Akkurat, ég hörpuleikari sérhæfð í nútíma tónlist og hef bara allan minn feril verið að fást við samtíma tónlist, þannig að já, þetta efni stendur mér mjög nær. Já. Einmitt. Hvað saga hátíðarinnar löng? Sko, Myrkir músíkdagar eru nefnilega ein elsta tónlistarhátíðin á landinu. Hún var stofnuð 1980 af Tónskáldafélagi Íslands. Já. Og hún var bara stofnuð gaggjart til þess að tónskáld fengju verkin sín flutt. Já. Það vantaði svona einhvern vettvang til þess að bara koma saman og bara flytja þessa tónlist og Tónskáldafélagi bara réðst í þetta að stofna þessa hátíð og hefur bara verið árlega allir götu síðan. Einmitt. En fjall kannski eitthvað niður í COVID eða eitthvað? Já, við frestuðum eitthvað aðeins, það var nú samt, hún fjall ekki alveg niður, sko. Hún var aðeins frestað náttúrulega auðvitað, eins og allt. Já. En sem sagt, 80, þetta þá 47? Já, ég held það, eða 45, alltaf það hafi ekki fallið þarna einu niður, já, kannski, já, eitthvað svolítið. Og eins og þú segir, vettfangur tónskálda fyrir ný verk. Er núna urmull íslenskra tónverka að fara að heyrast í fyrst skipti? Já, algjörlega. Sko, ég var að tella þetta saman í vikunni og það eru 80 verk flutt á hátíðinni og helmingunum þeirra frumfluttur. Þannig að það eru 40 frumflutningar og það eru 60 tónskáld sem eiga öll þessi 80 verk. Já. Þannig að, og mikill meiri hluti þeirra innlendur eða starfandi hér á landi. Þannig að já, þetta algjör uppskeru hátíð, bara senunar og það svona það sem við leggjum áherslu á núna. Þetta ekki eingöngu Tónskáldafélagið að flytja sínu verk, heldur erum við að reyna að bara skapa samfélag svolítið, eða svona þjóna okkar samfélagi kannski og okkar senu, þannig að þetta svona, það áherslan á íslensk tónskáld og flytjendur og þeirra verkefni og þannig að fólk hafi vettvang til að pröfa sig áfram, sína hvað það er að gera og líka til þess að hafa svona á einum stað einhvern svona vettvang þar sem maður getur bara farið og svona séð hvað er að gerast í senunni, þannig að líka erlendi gestir og það alveg svolítið mikill fjöldi af þeim sem kemur, bara gaggjart til þess að kynna sér, hvað er í gangi. Já. Þannig að það merkilegt. Sko. Já, mjög merkilegt. Þetta frábært tækifæri fyrir alla aðila, atvinnumennina, gestina og getur maður átt vona á því kannski ef maður sækir listviðburð á hátíðinni að sjá tónskáldið í salnum? Algjörlega, það eiginlega, mjög mörg eru við stödd, eiginlega held ég stiði öll. Og við erum náttúrulega líka mjög mikið að vinna í bara sýnileika og sýnileika hátíðarinnar og líka opna okkur út af við eins og kannski svona, ég veit ekki, fólk hefur stundum fundist þetta kannski verið svolítið svona jaðarhátíð, hún hefur náttúrulega verið það, þetta hvað segir maður, jaðar tónlistarstefna en við erum svona svolítið að reyna að sína að opna okkur og reyna að ná til nýra markhópa og sína bara að, svona abstrakti lista og erindi við fleiri en halda það, það eru held ég mjög margir sem að hafa gaman af, ef það þorir. Þetta saga sem að Gunnar Smári, ritstjóri hér á Samstöðinni, sagði nýverið, það var ein fyrsta minning hans, hann var krakki á Hressó með eldri bróður sínum
og það var spiluð í útvarpinu sem allir voru bara að hlusta á Hressó, þannig var þetta einu sinni að það kom einhver nútímamúsík og þá kom óskum að það er bara slökkt á nútímamúsíkinni og það var gert sko. Það er ég man svo sem líka eftir því bara hjá sjálfum mér og aftur er sama heimild, það er Ríkisútvarpið að þegar mann var boðið upp á nútíma tónlist þá mér varst hún ekki leiðileg en hún var krefjandi og hún sneri öllu á haus sem að maður hafði áður vanist að hlusta á. Nákvæmlega, en ég held að þetta sé einmitt svo mikilvægt, þú veist, að við tökum okkur tíma til þess að heyra eitthvað nýtt, þú veist, og ég er einmitt að kenna í MIT og ég er með hóp þar sem ég er með áfanga sem heitir tilraunatónlist, það sem eru krakkar úr öllum báðum deildum skólans, þú veist, klassísk og rytmískri og ég er svona að kynna þau svolítið fyrir þessari tegund tónlistar og auðvitað ungi krakkar, þau eru kannski ekkert kynnast þeim mjög mikið, en ég er einmitt alltaf að segja þeim, þú veist, eitthvað þarf ekkert endilega að finnast þetta skemmtilegt en þú veist, það eina er að vera bara forvitin og gefa því sjens og hugsa, þetta er tónlist sem að fer mann til að hugsa, fer mann til að svona aðeins að staldra við kannski og oft er þú veist verið að gera einhverja tilraunir og það er gaman að spá í því, þú veist, hvað er verið að gera tilraun með, þetta er ekki bara svona einhver einföld afþreying, heldur er þetta listviðburður og maður getur líka þú veist, þetta er mjög svona sjónrænt líka, þú veist, aftur að horfa á fólki verið að flytja tónlistina, það getur verið mjög bara áhugavert, þannig að ég líki svo oft við, þú veist, bara að fara á myndlistasýningar, þú veist, þegar maður fyrir á nútíma myndlist, þú veist, í safni og þá sér maður ofta eitthvað sem mann langar ekkit endilega að hafa heima hjá sér á veggnum, þú veist, en það hreyfir rosalega mikið við manni og upplifunin situr eftir og maður hugsar hana lengi eftir á og og þannig, þú veist, er ofta gott að hugsa tónlist sem er krefjandi, að þú veist, að leyfa upplifunin að vera einhvern veginn, aðeins að dæma hana. En að því sögðu að þá er bara svo fjölbreytt tónlist í boði á myrkum að það er alls ekkit bara krefjandi tónlist, þú veist, það er alls konar. Það er líka lagræn músík. Já, það er bara, við erum reynum rosalega mikið að sýna bara alla senuna og það er náttúrulega bara svo óbúslega fjölbreytt inntak í tónskálda í dag, þannig að það er ekki bara eitthvað eitt og þannig að þú veist þessi svona, hvað maður að segja, fordómar eða stimpill sem að svona, þú veist, eða kannski þessar hugmyndir sem maður fær strax í kollin þegar maður heyrir samtíma tónlist, það er ekkit sannar alveg lengur, þú veist, það er bara svo margt undir þessum hatti, þú veist, það er symfónísk tónlist og kórtónlist, en það er líka, þú veist, raftónlist og það er, þú veist, við erum til dæmis með núna, tölvuleik sem er tónlist og tölvuleikur í einu, þú veist, það er listaverk sem er tónlistar tölvuleikur, bæði sem að, hún Er það Hagaskóla? Já, það er verkefni sem Steinunn Eldflög, tónlistakona, hún gerði eigin tölvuleik sem er til sínis, en svo var hún líka búin að vera að vinna núna í, allan vetur með nemyndum úr Hagaskóla, með áfanga þar sem að þau hafa verið að búa til sinn eigin tölvuleik og þau gerðu mér þess að 2 tölvuleiki sem að eru svona tónlista tengdir tölvuleikir og þar eru þau auðvitað að semja allt og hanna og gera og prógramera, þannig að þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt verkefni, þannig að það er alveg bara, gífurlega fjölbreytt og þú veist, jazzkotið efni, þú veist, fólks tónlist sem að, bara jaðra við að vera jazz eða alls konar, þannig að það er ekki bara eitthvað eitt sem maður getur heyrt. Og munu einhverjir nemendur Hagaskóla þá koma fram? Já, eða þú veist, tölvuleikurinn þeirra verður til sínis og það verður hægt að spila hann og þau verða á staðnum og það er að spjalla við þau þú veist, ferlið. En bara gestur og gangandi geta komið í hörpu og spila leikinn. Þannig að það verður mjög skemmtilegt, held ég. Þetta er nú svolítið, hljómar svolítið spennandi að maður skildi ætla að þarna náiði ef til að náiði unga fólkinu frekar að borðinu og það er, af því þú sagðist vera að vinna í MIT, þar eru líka nemendur skólans með slott. Akkurat, þetta er svolítið einmitt þáttur í þessu svona, að við erum að reyna að ná til nýra áhörenda og bara yngri og okkur finnst líka bara, þú veist, hátíðin hafa ákveðinu uppbyldið slutverki að gegna, þú veist, að sýna að þessi tónlist er
að gera hana aðgengilegri og já, þar sem sagt, ég held að þetta sé þriðaskipti sem MIT með og það alveg nokkrir hópar úr skólanum, mjög metnaðarfull dagskrá og flott og og einmitt þarna fólk úr Hagaskóla og svo eru líka nemendur úr Listaháskólanum sem að taka þátt í einu verkefni þannig eða 2 verkefnum verið sá þannig að við erum svona með öll eiginlega stig sko, námstigin. Frábært. Fara flestir viðburðana fram í Hörpu? Já, það er eiginlega, það er allt sem er í Hörpu nema að við erum með svona hljóðinnsetningar sem eru í Borgarbókasafninu. Það opnaði mitt núna á sunnudaginn og það er 2 svona 2 hljóðverk sem eru þar og það er að skoða þau núna alveg í 2 vikur. Þau verða opin alla þessa viku og fram að vetrarhátíð næstu helgi. Og svo erum við með lokatónleikahátíðarinnar, þeir eru í Hallgrímskirkju, það er Kantok ensemble sem að syngur þar. Er það á sunnudaginn? Já, á sunnudaginn, já. Þannig að það eru svona 2, þetta eru 2 sem er ekki í Hörpu, en annars eru við bara þar. Já. Og stendur yfir hefstanarkvöld og fram á sérst Já, það er opnun klukkan 6 á morgun, rétt fyrir tónleikasymfóníunar og kammerkórinn Huldur, einmitt svona ungmennakór, flytur mikið að eigin verkum eftir eftir félag úr kórnum. Þá í Hörpu horninu? Já, einmitt og það er svona hátíðleg opnun og þau eru með svolítið veglega dagskrá og svo bara erum við alveg stanslist fram í Hörpu á föstudag og laugardag og svo á sunnudag er barnaprógram í Hörpu og svo tónleikarnir í Hallgrímskirkju. Og Sinfó að spila nútíma músík? Já, Sinfó er alltaf, hún er svona, það eru ákveðnir sem hafa verið svona fastagestir eiginlega, ég þori ekki alveg að fara með það hvort það er alveg frá upphafi en ég held það að það er Sinfóniuhljómsveitin og kammersveitin og Kaput allavega kom mjög fljótt líka inn þannig að það eru svona þessi stóru kammerhópar og hljómsveitir sem hafa eiginlega verið, eru bara með svona fast slott á hátíðinni og eru alltaf með sína dagskrá þar þannig að það er svona fastagestirnir okkar. Ég rendi yfir nokkra viðburði þegar ég var svona að reyna að undirbúa þetta spjall við þig og það er sannlega mjög margt sem vekur forvitni og áhuga auk þess sem þú hefur nefnt þá það eru þarna, komur að segja, mörg stór nöfn. Eitt er málmblásarahópurinn Apparat. Akkurat. Já, þetta er einmitt hópur frá Berlín og þau eru algjörlega sérhæfð í nútímatónlist og það er alveg svolítið gaman einmitt að Bergrún Snæbjörnsdóttir sem er að vinna með þeim að svo gaman að fá svona hóp til landsins sem að er svona, sérhæfður í einhverju ákveðnu og auðvitað erum við á Íslandi með opáslega færa hljóðfæraleikara í öllum störfum en við erum kannski ekkert með rosalega marga hópa sem að virkilega gera ekkert annað en að spila svona tónlist og þess vegna er þetta verkefni mjög spennandi og auðvitað líka bara gaman hvernig að því að þau vinna þetta mjög náið þannig að Bergrún og hópurinn þannig að þetta verður örugglega svona, ég hugsa mjög svona áhugaverðir tónleikar og einmitt mjög sjónrænt flottir líka. Já, en getur þú greint það hvort er þetta mest strengir eða? Nei, ég myndi nú ekki segja það. Þetta eru bara alls konar hljóðfæri Bara veður út víðan völl. Já, ég get nú ekki alveg hvort að það er bara Þannig að hver og einn ætti að geta leitað algjörlega, já, ég held það og svo erum við mitt með fullt af ókeypis viðburðum líka sem að er hægt að bara koma og kynna sér það líka og allt fólk 16 ára og yngri fær frýtt Já, það er líka stefna í hátíðinni sem sagt að allir 16 ára og yngri og ókeypis inn og svo eru hátíðapassin bara mjög ódýr líka 9.000 krónur fyrir öryrkja Já, einmitt, þannig að það er mjög gott verð á því allavega og við svona, einmitt, það líka okkur finnst það mikilvægt að halda verði í hófi bara líka einmitt upp aðgengi og annað Já, þannig að fyrir andvirði eins sæmilegs sætis í Hörpu á Sinfóníu tónleikum þá
Já, þá bara getur bara á 27 viðburði. Já, 27 viðburði, bara endalaus veisla. Já, nákvæmlega, já. Þetta er mjög spennandi. Já, takk. Mér langar aðeins að ræða við þig. Fyrstulega þá langar mér nú aðeins að kynnast þér betur. Já. Það er ekkert á hverjum degi sem að gestur eins og þú kemur hér að rauðaborðinu. Þinn ferill er náttúrulega svolítið sérstakur. Já. Í fyrsta lagi það bara þegar þú ákveður sem var þetta fyrsta hljóðfærið þitt harpan? Já, og eina það þá? Já, ég reyndar byrjaði á píanó, eða blokkflautu eins og allir, og svo píanó, og svo þegar ég var svona 13 ára þá byrjaði ég á hörpu. Já. Já. Og var það bara strax sem að þú tókst nútímamúsíkina fram yfir klassikina? Já, það allavega byrjaði svolítið snemma, sko. Ég hafði alltaf svolítið svona úlingsárin, sko, þá hafði maður mikinn áhuga á tónlist eins og Sjostakovits og Bartók og svona einhverjum svolítið svona úlingalega úlingalega klassík. Svona íkt. Já, svolítið svona mikið tilfinningu og svona dálítið drama, sko. Og það voru svona uppáhalds tónskáld og Messiaen og eitthvað svona. Og svo fór ég náttúrulega, af því ég var byrjað að læra á hörpu, og þá fór ég náttúrulega að leita af sem sagt tónverkum eftir þessu uppáhalds tónskáld fyrir hörpu. Og það voru bara engin. Og það var svo leiðilegt. Þannig að ég var að hugsa, af hverju er þessi flottu tónskáld ekki að semja fyrir hörpu? Það var sem ég skrítið. Þannig að já, ég var alltaf svolítið svona að leita í þessa áttina og það held ég að þarna hafi kannski neistinn svolítið kviknað af því að ég bara gerði þetta svolítið að mínu ævistarfi að sannfæra tónskáldum að semja fyrir hörpu. Þannig að valið þetta hljóðfæri, það hangir kannski einhverju pínleikli leitið saman við. Já, sko, það er svolítið áhugavert að því að ég byrjaði að læra hörpu sko aðeins að þekkja hljóðfæri eða tónlist hljóðfæri sem þekkti ég ekkert rosalega mikið. Ég bara einhvern veginn sá þetta hljóðfæri og hugsaði þetta er svo stórt einhvern veginn og mér fannst það eitthvað svo svona flott og heillandi en ég var ekkert eitthvað alveg meðvituð að þú veist aðal tónlistin fyrir hörpu er náttúrulega aðalega svona rómantísk þú veist, ég var ekkert alveg meðvituð það þú veist, þannig að það var ekki það sem ég fell fyrir, ekki þessi hljóðheimur heldur meira svona, já, lúkið kannski alltaf fyndið en já, af því að þú veist, ég meina margir sem lærðu með mér úti og svona, þetta voru svona kannski, þú veist, stelpur sem voru aldar svolítið upp í svona þessu prinsessu hlutverki kannski, það er svona auðvitað stereotypan, þú veist, þannig að ég kom inn í þetta svona allt öðru sjónum og það hefur kannski svolítið svona einkend minn fyrir Er músík í fjölskyldunni? Ertu komin Já, aldeilis systir mín er náttúrulega Þóra Einarsdóttir óperusöngkona Já, systir Þóru Já, þannig að það er mikil músík sko og foreldrar mínir, þau eru nú ekki tónlistafólk en þau hafa nú búið til 2 tónlistamenn þannig að þau eru bókað mjög músíkuls líka Voru þau styðjandi? Alveg afskaplega, já, mjög styðjandi Hér var Jónas Sen gagnrýnandi í síðustu viku og við vorum að ræða það, sko, hann náttúrulega eins og þú þekkir mjög algengt að ungt tónlistafólk sé afkvæmi atvinnu tónlistafólks en þau þó allmörgu frávik sem eru frá því, það er eitt sameiginlegt, sko, sem er áhugi foreldrana. Nákvæmlega, já, akkurat, bara stuðningur og bara opið hugafar líka, þú veist Það var engin reynt að tellja þær hugvarf þegar þú fórst að tella áhugan á nútímamúsíkinni Nei, einhvern veginn bara alltaf öllum hurðum haldið opnum einhvern veginn fyrir manni, finnst mér, þannig að allt var mögulegt maður ólst upp með þá tilfinningu að allt væri mögulegt sem er ótrúlega ómetanlegt, held ég Já, ég veit og þú sem sagt fórst utan Já Ung eða hvað? Mjög ung, já, ég var semst 18 ára því ég fór til útlanda af því að ég var semst að læra hjá Elisabethu Våge, hörpuleikara en hún átti þá heima í Hollandi þannig að ég fekk ekkit rosalega mikla kennslu, ég fekk bara svona á og til þegar hún var á landinu þannig að mér lá svolítið á að komast í alvöru nám af því ég vissi strax einhvern veginn að ég vildi vera hörpuleikari og þannig ég dreif mig og kláraði menntaskóla á 3 árum og fór bara beint út og var svo úti bara þangað til núna í COVID Já, þér var mikið niðri fyrir Já, þú varst alveg ákveðin Ég var alveg ákveðin, bara mjög ákveðin
Hugsaður einhver tíman að ef þú myndir hika þá myndir ekki nenna þessu. Þá yrði bara að gera þetta einu rykk. Nei, ég bara er einhvern veginn svo, já, bara ákveðin og bara, það var bara einhvern veginn svo bein augljós leið fyrir mér, ég veit ekki. Eða þú veist, það komuð þetta alveg upp hnökrar og eitthvað, einhverjum tímamúti var ég búin að skrá mig í jarðfræði í háskólanum, en svo var það ekki úr því. Ég spyr meðal annars vegna þess að það eru ansi margir krakkar sem núna er náttúrulega allir bara, eða flestir, sem taka mennskólan á 3 árum eftir að námið var stytt. En það eru margir sem að sko taka sér svo pásu í 1 ár og ég hef heyrt í dálti mörgum ungum Íslendingum sem ætluðu eitt áður en þeir tók pásuna og svo fara þær eitthvað allt annað og sumir sjá eftir því en það er ekki þannig að bara ef þú hefur tíma til þess að svona fara í einhverjar aðrar áttir þá kannski breytast fyrir áallinu. Getur verið, það náttúrulega er alls konar, þetta er orðið allt annað landslag líka auðvitað núna, þú veist, það er mjög hörð samkeppni bara störf í þessum geira og það er náttúrulega ekkert alveg sjálfgefið að maður geti unni fyrir sér og það bara, þú veist, ég útskrifaðist og hef svo unnið, þú veist, var í 20 ár eingöngu sjálfstæða starfandi hörpuleikara í nútímatónlist. Þú veist, í Þýskalandi? Já, í Þýskalandi. Berlín? Já. Þannig að, þú veist, bara það að geta lifað eingöngu á því og reikið fjölskyldu verið með 2 börn og maðurinn minn er líka sjálfstæða starfandi nútímatónlistamæður. Já. Þannig að ég er ekki með einhverja fyrirvinnu eða þannig heima. Þannig að bara það, þú veist, að geta það er ekkert alveg sjálfgefið, sko. Og ég held að sé orðið ennþá erfiðara núna heldur en þegar við byrjuðum, sko. Því að bara það eru margir störfin og maður þarf rosalega mikið að skapa sér sitt eigið umhverfi, auðvitað. Já. Þetta er einmitt búin að vera svona smá þema hjá okkur í þessari viku. Við höfum tekið fleiri en 1 viðtöl við listamenn harðari heim. Já. Og við kannski endum okkar spjall á því aðeins að ræða það. Já, einmitt. En sko, þú ert með doktorsgráðu í hörpuleik. Já. Frá Finnlandi eða eitthvað. Já, frá Sibeliusakademíunni. Já, ég bara... Hvað er margir Íslendingar með doktorsgráði í hörpuleik? Í hörpuleik engin. Ég held að það sé nú bara mjög fáir í heiminum sem eru með doktorsgráði í hörpuleik. Já, ég hugsa að sé teljandi á fingrum begja handa. Þetta er svona mikið rarít. Já, ég hugsa það, sko. Já, skemmtilegt. En já, ég ákvaða að fara aftur í nám og það var líka svolítið bara einmitt að því að svona þegar að karriérinn var að byrja, ég var nýútskrifuð mastersgráði, ég lærði í Hollandi og var nýflutt til Berlínar og svona var að byrja að fóta mig í frílansvinnunni en það var svona alltaf hægt til að byrja með og alveg svolítið ströggl. Þannig að ég svona hugsaði að ég reyna að skrá mig í nám til þess að bara fá námslán aftur og skella mér í meiri skuldir og svona, en ég sé svo aldeilis ekki eftir því að það var mjög góð tími til að því að ég var náttúrulega byrjuð að vinna mjög náið með tónskáldum og þarna sem sagt skrifaði ég vefsíðu sem er svona eins og encyklopídía fyrir tónskáld og flytjendur nútíma hörputækni og sem sagt nótasjón, hvernig maður skrifar það, nóterar þessa tækni. Og þetta hefur bara hjálpað mér gífulega í ferlinum eftir þetta allt saman. Ég fengi alls konar tækifæri út á þetta og líka bara, það er útrúlega gott að vera búin að safna þessum upplýsingum saman því að það hefur bara, það er svo þægilegt því ég er að vinna með fólki að þá get ég bara sagt þeim bara kíkja á þessa vefsíðu, þar er allar upplýsingar sem þú þarft. Og já, það bara var alveg frábær skóli að gera þetta. Líka gott að vera beisla nýja tækni með þessum hætti. Algjörlega, já. Og ég lagði upp með það að gera ekki bók, að ég var mjög svona mikið að hugsa um það hvort ég ætti að gera bók eða vefsíðu, en ég ákvaði að hafa vefsíðu því að þetta er bara svo sérhæft og mér fannst svo mikilvægt að fólk hefði aðgang að upplýsingunum en ekki að þeir væru einhvers staðar í bók eða á bókasafni eða maður þyrfti að kaupa það dýrum dómum, heldur bara aðgengi fyrir alla. Það er mjög mikilvægt. Já. En ekki segja mér að þú talir hollensku, þýsku og finnsku. Ekki finnsku, en hollensku og þýsku og frönsku. Ég byrjaði í Fraklandi. Glæsilegt. Þar hjálpar þið nú
tónlistarselurnar alla. Líklegast, já, allir ekki. En þetta magna, þetta nú ekki einfaldasta tungumál í heimi, hollenskan fyrir okkur Íslendinga, finnst manni? Nei, hún nú samt ekki eins flókin og hún hljómar, sko. En það nú verið eftir öðru, ef þú hefur sagt mér að þú hefur líka lært finnsku. Já, ég reyndi, ég gerði heiðarlega tilraun, en já, það var aðeins svo flókið. Já, en 20 ár í Berlín? Já, einmitt. Og var þetta hópur sem að þú stýrðir? Já, sem sagt ég og maðurinn minn við stofnuðum svona kammerhóp, Ensemble Adapter heitir hann, og störfum ennþá með hann, sko, en en aðalega þegar við byggum í Berlín þá vorum við mjög aktív og núna erum við flutt til Íslands og höldum hópnum og starfinu ennþá áfram, en við erum svona bara líka með aldrinum kannski aðeins að minnka við okkur og maður svona. Hvert hans aðalhljóðfæri? Hann slagverksleikari. Tónskáld, hann slagverksleikari. Já. Og svo erum við bæði að semja líka svolítið og svona, já. Og þið í börn segir? Já, 2 börn. Eru þau eitthvað að velta fyrir sér músíkinni? Já, þau eru bæði alveg að fulla í tónlist, sko. Já. Þannig að eplið fellur ekkert mjög langt frá eiginni. Nei. En það getur maður alveg ímynda sér hvað verið að ræða yfir kvöldmannum? Já, akkurat, já, það ýmislegt, sko. Þau hafa nú kynst ýmsu, sko, hvað, við náttúrulega gerum ekkert endilega bara venjulega tónlist, þannig að það er svona leikfengin þeirra enda upp á sviði, þú veist, það allt í nörðu horfun úr herbygginu og bara komin eitthvað upp á sviða eitthvað tónverk. Skemmtilegt. Lífið leikur. Algjörlega. Stundu tónleikur. Já. Ég nefndi áðan þetta með hlutskipti listamanna. Já. Og áhyggjur sem margir sína því núna í dag, veraldlegu umhverfi. Já. Ég lenti nú í smá, ég ekki ríflildi, en smá rökræði veit kollega minn í gær það, sko, hvort köllun listamanna bæri ekki alltaf allt ofurliði, allar veraldlegar forsendur. Ég vildi nú mótmæla því, ég sagði að skipti auðvitað máli þegar þú stendur á þessum tímamótum, þegar flekaskilin og þú ert að velja þér karriér kannski eftir stúdentspróf. Það skipti máli hvaða viðhorf við höfum til lista, það skiptir máli hver umræðan það skiptir máli hvaða möguleika þú hefur á að afla þér tekna, og svo bara fyrir foreldra og upp á stuðning foreldra við starf barna. Við viljum náttúrulega ekki að börnin okkar lendi í fátækra gildru. Algjörlega. Og það svo margt sem hefur breyst til hins verra. Til dæmis tónlistarmenn, pop tónlistarmenn. Ég var nú einu sinni eitt slíkur og við höfðum alveg gríðarlegar tekjur af því að koma fram. Já. Það var meira þess að fyrir tíma bjórsins, það voru öll þessi risa sveitaböl, maður kannski seldi 800 eða 1000 miða og gæti lifað hátt í bara hálft ár, bara eftir 1 gig. Já. Og nú þetta allt meira og minna farið, við erum með þessar stóru efnisveitur og korporisman sem tekur mjög mikla tekjur. Spotify, hvað þetta heitir allt saman, rithöfundar eru á Storytel, fá alla eyri fyrir það, bóksala hefur minnkað heilmikið og í gær þá ræddi ég við talsmann meðal annars myndlistamanna sem að sagði að þar væri með skortur og rýmum svo mikið vandamál að það ber allt sama brunni. Hvað dettur þér í huga að við getum gert til þess að snúa vörn í sókn? Vá, þetta aldrei stór spurning. Það mjög stór. Já, ég veit það ekki, en ég verð að segja, sko, auðvitað, þú veist, fylgjum maður alltaf, þú veist, hugsjónin, eða þú veist, það erfitt að slökkva niður í ungu fólki sem að langar eitthvað, þú veist. Og það ótrúlega fallegt, þú veist, að ungt fólk sem að bara hefur drauma og bara lætur vaða. Það eitthvað alveg ótrúlega magna við það. Og mér finnst einmitt á Íslandi ótrúlega magnað hvað okkur sem samfélag hefur tekist að gera ungt fólk sem að hefur svona mikið sjálfstraust. Hefur tekið eftir þessu. Mér finnst ungt fólk svo flott og það hefur svo mikið sjálfstraust og það þorir og það lætur bara vaða. Það gengur ekki alltaf, þú veist, við vitum það sem eldri erum, að það ekki alltaf að allir verði stórstjörnur. En það samt svo miklu betra en hitt þegar að fólk einhvern veginn, og ég hef kannski samanburðin við, þú veist, Þýskaland, það sem að það einhvern veginn, það ekki svona, mér finnst það svo ungt fólk sé ekki með þetta svona
það sjálfstraust, því líður ekki eins og það sé svona sjálfsagt að það getur bara verið með hljómsveit, gefið út eitthvað og bara látið vaða. Að rýmið hér sé meira. Mér finnst það og mér finnst það eitthvað svo opaslega fallegt og ég þakka menntakerfinu fyrir. Mér finnst einhvern veginn íslenskt skólakerfi vera að gera vel þarna að fólk börn eru sjálfstæðir einstaklingar, þau einhvern veginn, það hlustað á þau og þau fá einhvern veginn, allavega upplifi ég það þannig að þau hafi meira sjálfstraust til þess að láta vaða og þar að leiðandi eru fleiri sem að komast eitthvað. Af því að það er náttúrulega alltaf verið að tala um þetta af hverju svona óbúðslegur fjöldi háklassa listamanna frá Íslandi, eins og í tónlist, það eru bara, miðað við höfðatölu er þetta náttúrulega bara eitthvað fáránlegt. En ég trúi því að það sé svolítið þetta er svona ákveðin nætívismi líka, að bara svona ég get þetta alveg örugglega, það var hérna eitt band sem var stelpa sem var í MIT, hún heitir Laufey og okkur eftir ég ekki bara alveg eins að þannig að það er eitthvað svona mér finnst það rosalega fallegt en svo líka annað sem er kannski áhugavert að finnst mér líka það er ekki litið niður á ef að maður er kannski að vinna aðra vinnu með eða maður er kannski maður er listamaður og að skipuleggja að hátíð eða mér finnst það líka að vera eitthvað sem að Íslands samfélag gerir vel að auðvitað, kannski fólk vinnur stundum aðeins og mikið því það tekur að sér aðeins og mörg verkefni en það er þetta svona að það er allt í lagi einhvern veginn að bara ef maður þessi félagslegi sveigjanleiki og bara sveigjanleiki líka það er líka bara svona ákveðið mér finnst vera fólk opið fyrir því að fólk til dæmis breyti karriér að fara allt innu úr því að vera rithöfundur í að vera eitthvað allt annað og það finnst mér vera jákvætt en svo bara en svo mætti líka bara reyna að beisla þannig kraft listafólks einmitt í þessu á þennan hátt betur því ég held einmitt að eins og tónlistafólk þetta er náttúrulega bara ótrúlega agað fólk ef þú hugsar út í bara alla menntununa sem er búið að fara í tónlistamannesku allar æfingarnar maður þarf að vera mjög agaður, maður þarf að vera mjög skipulægur, maður þarf að maður lærir alls konar hæfni sem að nýtist auðvitað í alls konar öðrum störfum og við erum að tala fólk sem er í 2 skólum og meðan flestir eru bara í einum nákvæmlega og leggja ótrúlega mikið á sig það kann að vinna og þetta var einmitt mjög áhugavert því ég var í Japan jólin og fór einmitt í heimsókn í tónlistarháskóla þar sem er menntaskóli og tónlistarháskóli og þar voru þau að segja mér sem ég fannst alveg ótrúlega áhugavert er að þau í skólanum eru með svona sérstaka skrifstofu sem er svona atvinnuráðgjöf eða þannig og hjálpar útskriftarnemum að finna sér starf að útskrift lokinni og þegar ég fór að spyrja aðeins nánar út í þetta þá var ég að spyrja hvaða störf er það að hjálpa að sækja í hljómsveit eða einhverja áditionir svo nei, það er ekki þannig því að hún sagði skólinn er svo meðvitaður það að auðvitað, það eru mörg hundruð mann sem eru að koma í gegnum skólan auðvitað er ekki allir að fara í starf í symfóníuhljómsveit eða verða einhverjir einleikarar. Það er náttúrulega miklu fleiri sem að fara í gegnum tónlistamenntun heldur en þeir sem að meika það, skilurðu. En þá er skólinn gagngert að aðstoða fólk sem að kannski sér ekki fyrir sér karriér í sem atvinnu tónlistafólk. Það er að aðstoða þetta fólk við að finna sér vinnu og það er að aðstoða það við að fara í atvinnu viðtöl, tengja við fyrirtæki og svo er það aðalmáli að japansk fyrirtæki eru búin að kveikja á því að þetta er mjög eftirsóknarverður starfskraftur. Þannig að þau bíða bara í röðum stór fyrirtæki, bankar, tryggingafyrirtæki eða auðvitað stóra tónlistafyrirtækin, Yamaha og öll þessi fyrirtæki sem eru þarna, að þau bíða bara í röðum að ráða inn fólk úr tónlistaháskólanum sem er kannski bara með, ekki bara, sem er með píanómenntun að það er að ráða það inn og svo bara, á það karriér leið innan fyrirtækisins og það er bara búið að finna út af því að þetta fólk er, auðvitað mjög agað, það er skipulagt, það kann að vinna
það lausnamiðað, það skapandi sem eru hæfileikar sem maður vill mjög gjarnan hafa í dag. Það getur tjáð sig. Þrautþjálfað í framkomu. Það getur tjáð sig, það er ekki með svona, þú veist, það getur haldið kynningar, það er ekki hrætt við að standa á sviði. Þannig að það er bara búið að komast, þeir eru bara búin að komast að því að þetta eru bara yfirbörða starfskraftur. Þetta er alveg stór merkilegt. Já, mjög merkilegt og þetta sé verið að vinna svona saman, sko, svona skólinn og fyrirtækin eru bara, þú veist, búin að fatta þetta einhvern veginn. Já, ég ætla bara hér að senda atvinnulífinu sem er að fylgjast með þessu spjalli ákall og við tökum þetta upp að hætti Japana. Algjörlega, já. En veistu hvort hvort þetta átak bara er svona sjálfsprottið eða hvort þetta byrjaði sem einhvers konar opinbert átak? Ég veit það ekki, en mér fannst einhvern veginn eins og hún var bara alveg hissa hún var bara svona, konan sem var að segja mig frá, hún bara svona rétt myndist á þetta og ég einhvern veginn greip þetta og fór að spurja nánar og mér fannst eins og hún veri bara hissa að mér þætti þetta óvinnulegt, þú veist, það er eins og þetta væri alveg sjálfsagt, bara sjálfsagt mál einhvern veginn. Það sem ég sé líka í þessu, það er að ef til dæmis bara styðjandi foreldrar gætu haldið áfram að hvetja börnin sín eins og við viljum náttúrulega gera þegar við finnum að börnin okkar brenna fyrir einhverju, að það verður svona viðbótar stuðningur að geta sagt að einhver umbun gæti falist í því bara að þreyja þorran hvort sem að þau myndi starfa með beinum hætti nákvæmlega, já. Að fengju einhver svona veraldleg laun fyrir allt erfiði, fyrir allan áhugan, fyrir allar æfingarnar, fyrir all kvöldin, fyrir allar helgarnar, fyrir allar tvöföldu skólagönguna, fyrir allan agan. Nákvæmlega, já. Mér finnst þetta bara alveg stórmerkilegt og auðvitað, þú veist, veit ég að þetta hefur sannleik, þú veist, af því ég þekki þessa krakka og ég veit hvað þau eru dugleg og bara, hvað tónlistafólk og auðvitað listafólk er bara, það er gott að maður getur beislað hana skapandi kraft líka í annað, þannig, Mér finnst þetta mjög inspirerandi. Ég bara fyllist bjartsýni. Já, ég líka. Já, þannig að og það var akkurat það sem ég þurfti því að mér finnst ég hafa verið í dálítið til depurð talandi hlutskipti listamanna. Ég hef stundum verið að bera saman liðna tíma. Ég vil nú ekki vera gamli kallinn öskrandi upp í skíin, reiður, allt var betra í gamla daga. Nei, ég vil ekki vera sáttaður. En ég hef haldið því fram ítrekkað í minni þáttagerð að mér fannst til dæmis minni ákvörðun fyrir minn árgang 85, útskriftar árgangur mentó að stökkva út í heim og leggja allt undir, að myndi bara allt blessast veraldlega Já, ég veit, og náttúrulega það er svo margt sem hefur breyst, húsnæði náttúrulega orðið svo brjálæðislega dýrt, erfitt fyrir ungt fólk að koma inn og svona, þannig að það skiptir auðvitað, því efnahagslega umhverfi skiptir einhverju máli. Algjörlega. Þótt ég trúi því sem þú segir að yfirleitt láti fólk köllun að ráða og þetta með íslenska sjálfströstið er mjög áhugavert líka. Já, ég finnst það og einmitt, bara að láta vaða og svo, þú veist, ef það gengur ekki þá er hægt að finna þeirra leið, það er einhvern veginn ekki allt bara glatað einhvern veginn. Nei, en kannast ekki svolítið við það í starfiðinu sem kennari og deildarstjóri í MIT að margir halda því fram að það hafi verið miklu fleiri sem höfðu svona milligott í gamla daga en núna lepir fólk döðun og skel eða svona stórstjörnur og kannski draumar margra barnanna sem eru í námi hjá þér eru kannski ekki alveg raunsægir en samt betra en einhverjir draumar, þú myndist á Laufeyju áðan og eitthvað svona, það hefur aðeins fjarað undir þessu millilægi kannski, eða hvað? Já, ég veit það bara ekki alveg, auðvitað held ég kannski að krakkarnir, þú veist, séu ekkert alveg farin að hugsa svona langt ennþá, þú veist, þau eru náttúrulega bara í sínu námi og við viljum náttúrulega bara hvetja þau áfram í því, þú veist, og svo kemur hitt einhvern veginn, en við náttúrulega reynum að þú veist, sýna þeim að líka bara, þú veist, það eru alls konar aðra leiðir og það held ég sé svolítið mikilvægt að sýna bara fjölbreytnina í tónlistarlífinu, þú veist, það er ekki bara
að verða einleikari eða stórstjarna eða fá vinna í symfó, heldur þú veist, það hægt að vera með karriér að spila nútímatónlist í 20 ár á Hörpu, þú veist, það mögulegt, það ekkert auðvelt, en það mögulegt og það eru alls konar, þú veist, einhverja leiðir sem það eru svo fjölbreytta leiðir sem fólk fer. Já, það meira fusion, það svona meiri fjölbreytileiki hefur verið. Og það rosa gaman sko að geta að reyna að blanda saman og reyna að vekja áhuga á fjölbreyttu bara viðfangsefni einhvern veginn. Já. Þú ert fann að hlakka svo mikið til myrkra músíkdaga að ég heyri það að streymi bara jákvæðinni frá þér. Já, kannski. Þetta verður gaman, það er veisla framöndan. Þakka þér fyrir þennan útúrdúr frá hátíðinni. Mér finnst þetta allt tengjast. Já, ég er alveg sammálaður. Það gerir það sko. Þetta þú veist, og auðvitað með hátíðina, þú veist, það tengist því alveg. Við erum, þú veist, einmitt að reyna að skapa, þú veist, einhvern samfélag og skapa vettvang fyrir fólk sem vill sinna þessu og auðvitað erum við, þú veist, með allt og lítinn pening og allt og lítinn, þú veist, ég þarf ekki einu svona að tala það, þú veist, það er bara augljóst, en við reynum bara að gera það besta úr því sem við höfum og þannig að það þjóni sem flestum einhvern veginn. Kæra þakki fyrir komuna Gunnhildur Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Myrkra músíkdaga, virkilega gaman að spjalla við þig og gangi ykkur vel á næstu dögum. Já, takk. Og með þessu glaðværa spjalli okkar ljúku við dagskrá samstöðarinnar í kvöld, rauðaborðinu er lokið. Mér langar að þakka ykkur hlustendum áhorfendum fyrir samfylgdina, þakka öllum viðmælendum, þakka samstarfsfólki mínu hér, tæknifólki og öðrum á samstöðinni og mest þakka ég ykkur sem greiðið samstöðinni mánaðalegt framlag í gegnum vef okkar samstöðin.is, þar er hnappur sem heitir áskrift og ef þið eruð aflögu fær þá viðhaldið þið okkar umræðu fréttir, þjóðmál og ekki síst menningu eins og núna í þessu síðasta spjalli. Það kostar aðeins 2.750 krónur að ganga í styrktarræður okkar. Þannig að við vonumst til þess að fleiri ykkar sjáðu ykkur fært að tryggja það að við höldum áfram með okkar dagskrá því án ykkar eru við ekki neitt. Ég heiti Björn Þorláksson, takk fyrir kvöldið, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.